fyrir dómaran, andmælendur og góðir gestir. Verið velkomin á þessa frábæru ræðunni í Dóli og ég mun flytja svona fyrstu ræðkvæðsins sem aðeins að kynna einn umræðnið. Heimska á að varða við lög. Léleg heilsugæsla á að varða við lög. Léleg vatnsgæði eiga að varða við lög. Allt þetta sannar staðir. Vegna þess að við vitum öll að það ákveðin mannréttindi sem að allir eiga að njóta. Og í kvöld erum við boðberar mannréttinda en þau eru boðberar mannsvekkinda. Og við myndum en skólakerfið okkar virkar ekki. Sumir eru bara óneitanlega heimskir. Eins og fólk sem að spyr, gerðist Lord of the Rings í alvöru? Sum samfélög eru gegnsýfið að þessu vandamál. Sjá bara Bandaríkin og Norður-Ameríku, kjósa Georg W. Bush sem forseta. Og það sem heimist fólk á samfélagið að geta ekki dregið réttar álíkar og tekið réttar ákvörðun. Þetta er samfélagslegt vandamál. Þetta er raun og veru föllun fólksins. Samfélag okkar krefjast þess í auknum mæli að fólk sé gáð. Fyrirtækin að fatta að þau geta keyrt á færra fólki og þurfa þar með færra starfsfólk. Gáða fólk lendir ofan og heimskir undir. Og í okkar efnahagsástandi er þetta náttúrulega alveg vandamál. Atvinnuleysi hefur aukist mikið og það er heimska fólkið sem er atvinnulaust. Og þetta getur alltaf innan skams leitt til ákveðna spennu í þjóðfélaginu og deilna sem við verðum að leysa með einhverjum hætti. Eina leiðin úr kreppunni er að minnka heimsku. Eina leiðin áfram er að minnka heimsku. Tillaga okkar í kvöld er að enginn eigi að þurfa að vera heimskur. Ríkið er ábyrgt fyrir þessu. Ríkið er lögbrjótur eða tryggir þegnunum ekki lágmarksþekkingu. Virk þátttaka í lýðræðissamfélagi krefst þekkingar. Þetta eru almenn mannréttindi, ágætu fundarmenn. Þeirra tillaga er aftur á móti þessi. Engin lög menn. Engar takmarkanir á heimsku. Okkar tillaga eru breytingar til bátt. Þeirra tillaga er mikil afturför til að fara okkar aftur til steinaldar. Góði gestir, heimskur maður er sem þræll eigin pólitík. Þrældómur varðar við lög og heimska ætti að gera það líka. Tillaga okkar er ekki sérlega róttæk. Við leggjum bara til að ríkið sé skylt að tryggja þegnum sínum lágmarksvitund. Því allir eiga skilið að vita hvort Lord of the Rings gerðist í alvöru. Því þekking á eðli umhverfi okkar eiga ekki að vera forréttindi. Þetta eru mannréttindi. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur, ágætu fundargestir. Hérna við hliðina mér sitja 3 þokkalega myndarlegir ungir strákar sem vilja heimska valdi við lög. Þeir hafa ákveðið að standa og falla með þessari fáránlegu en umfram allt heimskulegu hugmynd hér í kvöld. En ef þessi hugmynd er að veruleika, væri það ekki ólöglegt að varpa fram jafn heimskulegri hugmynd og þessari? Ég bara spyr. Það fyrsta sem við hljótum að velta fyrir okkur þegar við skoðum umræðinu kvöldsins er: hvað er heimska? Heimska er mjög víðtækt hugtak sem erfitt er að skilgreina. Þegar við tölum heimsku getur það átt greindarskort, aulagang, það að taka eina heimskulega ákvörðun, segja eitthvað heimskulegt og að vera bara almennt frekar til og svona okkur dæmi séu tekin. Það er engin skýr mörk þegar kemur að heimsku. Það er ekki hægt að skipta samfélaginu í tvennt, heimskir og ekki heimskir. En þó svo það væri hægt, finnst mér það ansi hart á strákunum að við leika heimsku ólöglega. Á að refsa fólki fyrir eitthvað sem það ræður ekki við. Ég var bara að mismuna fólki enn frekar byggt á gáfnafari. Sorry með mig, en mér finnst tillaga strákana að brjóta á grundvallar mannréttindum. Við höfum eftir rétt að við verum svo erum. Hvort sem við erum greindarskert eins og Gummi, missum oft heimskulega hluti út úr okkur eins og Stefán, eða erum alveg bara frekar til eins og Óli. Staðreyndin er bara svo að það er ekki allir jafn heppnir í gena lottóinu. Sumir eru bara gáfaðir en aðrir. En þó svo forsetar eins og Stefán Snær líti niður á sótsvartan almúgan, verða þeirra átt að segja á því að heimurinn þarf líka á fólki eins og Gumma að halda. Samanhvort lærisveinandi leggir til að viðurlögin með heimsku verði fangelsisvist, fjársektir, skólaganga eða eitthvað annað, breytir það því ekki að þetta er hugmynd sem myndi ekki skila neinu. Ef tillaga lærisveinana myndi einhvern tímann verða veruleika, myndi myndast ný tegund stéttaskiptingar. Síðustu áratugi hefur fólk allan heim barist gegn stéttaskiptingu. Stéttaskiptingu svartra og hvítra, ríkra og fátækra,
Og nú dirfast 3 íslenskir strákar að leggja til að við skiptum fólki opinberlega í heimskt og gáfað fólk. Svo spurning sem ég brennur helst á vörum er, af hverju? Af hverju viljið þið að heimska varði við lög? Hverju myndi það breyta? Hver yrði ávinningurinn fyrir samfélagi? Áður en fyrstu ræðu okkar bíberfífur lýkur vil ég árétta að heimska og heimsku pör eru ekki það sama. Heimsku pör geta verið ólögleg, rétt eins og ölvunarakstur, en heimskan sjálf er aldrei ólögleg. Burt sér frá því hvort heimskupann sé það eða ekki. Það er nokkuð ljóst að heimska lýsir sér á of marga mismunandi vegu til þess að hún ein sér getur nokkuð tímann orðið ólögleg. Ágætt samkoma, hvort sem hrokafullir forsetar með pípugjöru eða Justin Bieber lookalike, svört eða hvít, rík eða fátæk, gáfuð eða heimsk, eigum við öll rétt því að vera eins og við erum. Lögin í landinu eiga ekki að flokka fyrir stéttir eftir gáfnafari.